Jó Eru allir í mynd eða? Pósir í mynd, salti í mynd, þetta í mynd? Þetta í mynd, fókin eisarinn í mynd Þekki síminu kallirum Má sjá ekki Erum við að rúlla það? Ef að rúlla eitthvað að negla í stálið mitt Nei, ég setti síman hérna í plast og þetta kaupaði mýkri húsgögn Ég veit það Hvað segist okkur? Ég kom hingað á Nýr jakki það? Já, það aldeilis að frambjóðendur í Garðabæ geta gert velja símaður Hvað segir Dóri? Komst hérna Það var nú fyrir það, samt Ég kom hingað á hoppjóli Já Ekki my finest hour Það svo leiðilegt þessi munur hvað mann líður töff á hoppjóli hvað maður pathetic en maður eldri en 12 ára sko mér finnst ógeðslega fyndið þegar ég tek strætó hvað fólk bara eitthvað bara eitthvað þess að ég sé bara búin að missa allt ég tók strætó hálfaleið og síðan fólk á hoppjól það bara hei geðið maður en það en þetta samt það svo mikill munur á hvernig þú lítur utanfrá þriðji persóna view og first person view það katastrófa allir kallmenn sem ég sé á hoppjóli mér líður eins og þeir séu nýbúnar að mæla sér mót við svona 13 ára tálbeiti og séu að fara að hitta hana ég veit ekki af hverju mér finnst það bara svona þannig ork í þeim það sem er eitthvað svona halda þessi ógeðslega fræs og svo náttúrulega líka sundlið sem stendur beint á hoppjólum og lítur út eins og það sé sko en hvernig átt að vera, eitthvað beigja eða eitthvað þú lítur að standa á hlið já, það er svona já, þau eru svona einhvern veginn en ekki, þú veist þau átt að vera smá hlið, það er rétt sáðu gæjarna, tvo stráka hana sem var svona 13 ára sem voru eitthvað át sófum hana sástu þetta var eitthvað hoppi búin að ráða í vinnu þá gera það forstjóran tals eftir þetta sorry, með respekt á þessu gæja en mér svolítið fyndi að vera eitthvað við erum að bjóða starf ég veit að þetta bara ef börn að gera eitthvað annað en að vera í iPad útskýrta fyrir okkur sem að veit ekki það var eitthvað vídeo sem fór eitthvað viral á TikTok veistu hvað viral þýðir? já, það er gott að Danni setja í gæsalag viral, þá að það voru eitthvað tveir gæjar sem voru eitthvað búin að setja eitthvað tveggja setta sófa á yfir 2 hoppjól og sátt eitthvað og voru eitthvað í Laugardalnum að þenja þessi hjól og þetta bara orðið eitthvað svona þetta er svo mikið svona svo markasending svona við fylgjum þessu eftir og tökum þessu vel skilur og ég ekki að dissa hoppi en þetta svo leiðis mér bara fyndi hvað þessi er að gera hjá þeir fengu vinnu þeir eru að búið að gera það á forstjóra undisfyrirtækis nei ég veit að þeir fá örgulega þeir fá syngur og 60 skrún inninguna fyrir að gera auðlýsingar örgulega eins og hagkerun útíma sér er þetta svona áhrifavald að shit ég veit það ekki, ég myndi vilja persónulega gera þess að gauðra af fjármálaráður og menntamálaráður sko, en hvar á Max skalanum er það að fara á hopp? Það því miður á skalanum af því þessi tilfinning sem þú færið þegar þú lítur út eins og barnanýðingur en líður eins og sér Tony Hawk það svo anglegt sko þú veist að vera eitthvað, ég er að þeysast hér, ég er að skera borgin eins og heitur hnífur einhvern veginn en þú lítur út bara eins og maður bara hvert þessi desperat náungi að fara með því miður, en ég tók sem sagt 12 heim frá mér þetta var að koma við á lagarnum í vínfyrirtækinu Akkur þetta strætó? Ég var tekið drukkin nei, bara kona mín var á bílum í dag og bara gaman og Segðu samt hvar strætóin af hverju fórstu í strætó en ég fæ þetta líka sko, þú veist að ef þú átt bíl þá er þetta sjálf eðlileg spurningan ég er ekki frábært að nýta almenningssamgöngur en þegar ég hef verið að vinna niður í bæ og ég oft verið með skrifstofum mismunandi þá yfirleitt bara tek ég alltaf strætó niður í bæ og tek svo strætó heim og sæki bílinn og sæki börnin af því það er bara maður miklu snöggræði sem besta en svo fór ég að borða þig á gömlum Sweetheart mixed of sem er svona dóttursaður Bantai þú hlýtur það er nefnilega svona íþróttasjómlar elska það næsta ég hitti Mikael Nikolásson var hann á hana? Ég verið hann inni og það bara þú veist Gilsarinn sem var bæðið við ammæli dag Hjörvar, Steddi, þú veist, eitthvað svona ritstjóri, fótbolti.net, þú veist, það er alltaf einhverju fótboltagaurar að úða í sig panangana, þeir elska panangi. Já, og hann var með stað sem hét hvað? Nanatæ. Þar sem hann tók upp höndunum, eldaði og bar fram sjálfur. Já, einhvern tímann var hann hringdi við hann í brennslunni eða fórum til hans
og taka upp eitthvað vídeo og ég spurði hann hvað liði heldur með enska og svona, var hann svona þjóðlega heldur með United að Liverpool og velta með báðum sko. Hann var vildi ekki styggja kunnuna. Hann bara svo Snoop Dogg, þegar þeir fara allir, þessi rappar að fara, það eru ekki held með Arsenal, West Ham, United, Liverpool og en sem eru þeir líka alltaf bara eitthvað, ég held með Hove og Albion, einhvern veginn, þeir eru alltaf líka konni eitthvað svona alveg obskjúr lið sko. Annars það er margt það svo mikið að frétta af með drengi sko. Hérna, eftir kom frá Króti og stakk kona mín upp að sko, og að ósekju sko. Þú veist, það er ekki eins og sé búið að vera eitthvað mikið strettir í á heimili mínu en hún stakk upp á því að þangað til við myndum fara í sumarfrí þá myndum við viðhalda svona eitthvað hvíta stemningu á heimilinu. Hvernig þá? Svona, það væri ekki verið að fá sér bjór eða eitthvað svona og þú veist, og ég fæ mér ekkert mikið bjór eða neitt sko en hún vildi þetta. Ekki smá vínlús. Og mér er búið að langa að hrynja það síðan mér langaði ekki að hrynja það fyrir það en síðan hún setti þessar reglur er ég búin að vera bara mér langaði bara, ég vaknaði í morgun mér langaði bara í Guinness og hérna þetta er mótþróun í þetta ég veit það, þetta er agalegt en hérna, en svo voru við búin að smíða á herbygginu og ég var að fara að elda eitthvað gott og ég segi ok en við blandið koktel bara svona hanastél fyrir matinn bara til að gera svo rætt og hún var til í það og ég átti mjög skrítið áfengi á heimilinu. Ég átti tequila flösku Don Julio sem ég fekk frá fekk ég afmælisgjöf. Ég átti svona 1/5 af Campari og svo hlustaði þetta. Svo á ég úrval af króatískum líkjörum sem króatarnir í skúrnum hafa fært mér eftir að fara heim til Króatí. Það heitir allt eitthvað Terranino og möndlulíkjör og Terranino krema og þetta er eitthvað svona vermouth based dót með miklum sykri sko sem er spes. Ég spyr ChatGPT, segi bara, ég á þetta hérna, ég á sóda, ég á kók, ég á ísmóla, hvað get ég blanda? Hún bara, Dóri, þú ert með geðveikt innihaldsefni hérna. Og ég segi að þú farir í... Sá hann ekki, margir myndu halda að þessi blanda myndi ekki ganga, en það er þetta að láta hana... En hún var eitthvað, nei, hún var eitthvað, þú ert með fullkomi hráefni hérna, í eitt Balkan Paloma. Og svo var bara einhver uppskrift á dreiknum og ég að setja tequila og Terranino og eitthvað dót og mixaði þetta og hann var fallega rauður. Djöfull var þetta vond maður. Það var svo vond. Og allt í einu myndi ég bara eitthvað. Ég hef oft verið að spurja gervigreinda, ég bara verið að flísaleggja og spurja eitthvað þú veist hvernig ég á að vasti þetta hluti sko. Ég bara, Jesús Kristur. Hún segir bara eitthvað sko. Já. Hún segir bara sem hann vill heyra sko. Er það að nota gervigreinda eitthvað? Já, ég er mikill Google Gemini maður. Og í hvað ertu að nota? Bara... Ég er bara að nota þetta í, þú veist, bara... Er þetta svona þegar bullan heyrir í þér? Ég nota þetta ímislegt. Ég er að blanda mér eitthvað boost og fá makrós í þetta og ég er hérna, ég er sko með annað forrit sem heitir Gamma.app sem er svona presentation, svona PowerPoint AI og ég hef svona beðið Google Gemini prompt fyrir Gamma og segi hvað ég ætla að gera og síðan fer ég með promptið inn í Gamma og býti kynningu. Þú ert að gera sjálfa þig úr það? Já, ég veit. Bara make the big guys become a non-factors. En sko, mjög oft þegar... Nick Bradford. En mjög oft þegar maður spyr gervigreindina eitthvað sem maður veit og maður svona tjekkar hann ekki alveg af og setur ekki ramman mjög skýran, þá kemur bara eitthvað bull. Þegar ég er að tala með hann um körfubolta eða eitthvað, þú veist, bara prófa oft að testa bara eitthvað, hvað veist íslenskan körfubolta eða eitthvað svoleiðis, þá bara kemur eitthvað, þú veist, kjaftaði. Herru, ég spurði hana út í einmitt mann sem heitir Björn Bragi Arnarsson, ég bara, kannast við Björn Bragi Arnarsson með Ísland og hún sagði, já, Björn Bragi Arnarsson var mennta- og menningamálaráðherra fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, hún gaf mér ævisögu Björns Bjarnason einhvern veginn og ég bara, nei, hann var uppistandari með honum, já, var hann líka uppistandari, ég bara, nei, þú ert að tala um þetta Björn Bjarnason og þá skammaði þessu, ég bara eitthvað, þetta er rétt, það er rámt fyrir mér. Svo fer hún að skammast sín, stundum fer ég svona að prófa hvernig get ég treyst einhverju sem þú segir mér, þú veist, eitthvað sem ég veit ekki þegar ég veit að það sem þú segir mér það sem ég veit er kjaftaði. Rétt hjá þér að efast mig og eitthvað svona, það verður svona geðið passív svona með skotta milli lappina. En núna er sko, það heitast að vera eitthvað svona með námskeið gervigreind sem er svona, jú, þú veist, fyrir einhverja en, veist... Ok, hafið þið séð þennan svikara hann sem heitir eitthvað Sergio Herrera eða eitthvað? Já, ég sé hann, sem er Dubai alltaf. Bræður,
bræður, þú veist, ég þarf að vera með radar fyrir svona gaurum, að því bara Kári á netinu og hérna, þú veist, hann að skoða þetta og þú veist, þegar þú kíkir á þetta, þú veist, hann gaur talar ekki eins og ensku. Hann bara eitthvað, so I was getting a 100k client a month and just business and everybody's asking me why do you use AI for marketing, þú veist, sumt af þessu hljóma líka bara eins og hann sé, þú veist, og þetta eitthvað svona falskt sjálfsöryggi, skilur, sem hann búin að bara eitthvað, þú ert businessmaður, þú veist hvað þú ert að gera, hann svona bara svingið sér inn í eitthvað létt heilablóðfall alltaf áður en að byrja að tala og bara, AI partnering, it's easy, it's make a lot of money, og stundum lokar hann augunum þannig að tala, hann bullar svo mikið og þú veist, þessi gauri með, þú veist, eitthvað 1400 followera eða 3000 followera eitthvað og það eitthvað, me and bro when we signed the next 100k a month deal, maður bara eitthvað og svo var frétt að það eru gaurar actually úti með honum sem bara bought into this sko. Ef ég væri búin að láta hana mann fá einhverja milljónir ég skal segja ykkur eitt, ég þetta ganga töluvert lengra þá til þess að viðurkenna að væri svikarappur fyrir sjálfum mér sko. Shit sko, ég væri komið með honum alveg til komin yfir þröskuldin sko. En taldum hérna, þú varst að Don Julio ég er alltaf komið með eitthvað rappmál sem ég veit ekki hvort eitthvað fylgst með hafið fylgst með Jacksonville drillsenni Nei, ok, Jacksonville, Florida ég verið að tengja saman að þú er alltaf verið í Jacksonville mikið eða eitthvað og þú er alltaf með Don Julio að það er sérst gauð sem heitir Julio Fulio og þeir eru alltaf, þessi drápan er alltaf að drekka Don Julio sem er svona sippin on Don Julio, Fulio er það ekkert fylgjast með þessu og sko við erum líka að útskýra fyrir kannski einhverju sem veit ekki þá er rap tónlist sem er mjög vinsæl í Bandaríkjunum og byrjaði 1974 þegar að Kool Herc tróð plötspillara nei, þetta er sko þegar drillsenan kemur náttúrulega frá Chicago sko og er komið núna til Jacksonville í Florida þetta er svona hart ég er enda UK þetta fór frá UK yfir í en Chicago var svona lendingastæðurinn í Bandaríkjunum. Akkurat, en þetta er bara, ég veit ekki bara, það var rosalega sko að þegar löggan í Jacksonville tók þess að gæja sem drápan, það var bara í ykkur 4K video, rigning, þetta er ótrúlegt. Nú er ég svona, þegar að tala um þetta rap-dót á YouTube og það er svona gaurinn, hefur séð hann sketch, veit ekki hvað er að tala um, hann er maður svona, bara fara og tjekkja á þessu, Traplo Ross, skrifi Fulio, tjekkja á þessu. Eða vil ég bara láta inject einhverja veseld En við förum aftur aðeins yfir í gerðugreitina hvaða forrit, þú notaði Google Gemini en þú ertu ChatGPT ertu með áskrift ég líka ég segi bara svo vinn minn sagði, ég held að ég satt síðast þetta það er betra að nota gerðugreind en enga greind það er þetta gott en Claude, það var nota Claude það er vist máli hún er alveg mjög góð sko en við erum að fara inn í heim þar sem sko fólk býr til CV með gerðugreind og fyrirtæki nota gerðugreind til þess að fara yfir og ég meina það er marga greina sem maður sé núna í kostningunum sem eru augljóslega skrifar á gerðugreind sko. En svo var bara enda gaur á Twitterinu mínu sem var bara hendin ritgerum frá 2012 og gerðugreind sagði þetta er allt skrifað gerðugreind en þú veist maður sér það sko þetta er ekki heldur þú veist alltaf þetta er svona að vera að búa til svona þú veist hún er ömurlegur listamaður sko. þetta er ekki niðurstaða heldur röng niðurstaða þú veist svona kemur alltaf með þetta er ekki niðurstaða, heldur fasti nei, ég snert ekki svo var ég bara, þú veist í nýjasta Tim Dillon podcastinu þá er hann ekki að segja bara þú veist, þetta lið er að taka síðustu ár af ævi fólks og setja það í fangilsi hugans hann segir bara, það eru bara póstar á Facebook í Bandaríkjunum, það sem bara svona sem gervugreind hefur gert, það sem er bara ferðamaður étin af krókódíl og það er bara gervugreind og það er bara einhver svona gamall maður eitthvað kommenta bara eitthvað, já það verður að virða náttúruna og það þýðir ekki svona dýr í ríki sínu og það er annar eitthvað, nei ríkisstjórnin verður að laga þetta og þú veist, liðið er bara komið í ykkur og bara, þú veist, það er bara, þú veist, þarna verður bara fake heimurinn og raun heimurinn og þú ert bara fastur í að kommenta á eitthvað sem er ekki raunverulegt, eitthvað skoðanir sem tengjast engu og einhvern veginn og þetta er vandamál sko. Já, það sem ég held að sé þú veist, ég held að mistök og stafsetja vittlust og svona það verður bara aftur mjög gútterað og líka bara þú veist þegar eins og nú vinn ég í fjölmiðlum sko að gera einhver mistök í beinni útsendingu og halda áfram eða svona, sína eitthvað mannlegt að það verði mjög mikilvægt því að það er verið að svona, taka alltaf mannlega út úr þetta er náttúrulega ástæðan okkur ég vil meina að Hemmi Gunn hafi
verið svona ógeðslega áhrifamikið íslenskri menningu. Þeir voru að setja bara svolítið fyrstu þættina sín á Sarpinum daginn, ég voru að horfa á þetta og stundu bara kveiknar á myndavélinni og Hemmi situr í sófanum og það eins og hann hafi verið hágrátandi nokkuð mínútum áður og hann í svona grátandi orku, hann bara ég ætla bara takk fyrir að kveikja á þættinum og það verður gaman hjá okkur í kvöld og hann bara svona jafna sig hægt og bítandi og fólk alveg liggur í þessu sko. Dóri, ég ætla að gefa þér það sem að drekka þetta núna, það Rwanda frá te og kaffi. Þetta Rwanda kaffi? Já, og getur það er ekki að sjá hver bóndin sko. Valentín Kímenil, þetta gert með anaerobic aðferðinni og veistu hvað, ég skal segja eitt fyrir hausana, ég hef heyrt í fleygt að maður að láta kaffi bíða í mánuðar og maður fara að gera kaffóri. Ok, ég veit að gera það ekki en það bara það sem, en það því ég með eyrun við fucking götuna sko. Þið getur fengið þetta kaffi á te og kaffi síðunni nýju og þið getur notað kóðan BEF þegar tjekkið út og það fóðið 20% af. Það er bara plís að gera það. Það er plís að gera það. Og lítið ókslega vel út. Já. Og við vitum að við erum svona, þetta er svona, við erum í augna við markkópin sem svona kaffiunnendur. Já. Og ég veit það. Og hann endilega farið inn á síðuna og þið getur líka fengið þetta inn í te og kaffi útibúðunum, verslunum, kaffihúsum. Við þurfum að fara að taka smá break á kaffinu og fara að drekka te. Já, ég meina þú veist, vera sophisticated. Drekkið þið te? Nei. Þegar mér boða, já. Eða? Já. Kona mín hefur gert það sem líka svona smá act of aggression sem hún er að gera í þessum hvítu dögum og hún er alltaf svona eitthvað Sorry, hvað er hvítu dagar búin að vara lengi? Hvítu dagur, þetta er búin að vara í viku. Já, okay. En hún sýpar á teinu og alls södrar að því sko, frammi og ég tötst þetta ekki sko. En þú veist, það er óvænt að drekka te á kvöldin sko. Grænt te og lakkriste. Er eitthvað te-kultúr í íþróttum sem þú ert í, þú veist, er eitthvað svona að fá mjög te? Það hefur alveg verið eitthvað svona grænt te og eitthvað svona gegnum tíðina sko. Þannig að ég er mjög opinn fyrir því. Það hafa verið svona alls konar fats, þú veist, eins og það grænt te, rautt eðalgingsen. Þú veist, er æsbeth, maður tekur ekki jafn mikið, er æsbeth bara komið bara viðurkennd og allir hættir að tala um þessu eitthvað nýtt? Er það ennþá... Kulda, bara fara í kaldan pott. Já. Ég man þegar Óli Steff var að gera þetta í einhverjum svona atvinnumennir okkar ég hef bara setið í einhverjum svona bandarskum fótbolta en þá alltaf á stöðum það sem er 40 stig hiti Þetta heldur sér bara óumdeilt að þessi heilsu frískandi að fara í kaldan pott Gerið þið þetta? Já, meila daglega Sko, ég fór á námskeið í þessu, ég ætla bara að viðurkenna þetta Þú ætlaðir að hætta að væla og byrja að kenna Já, ég fór á það, sko, ég veit að sorry maður, ég gera það Þín fucking middle class ævintýri Já, og sko, ég er ekki grist ykkur þetta var magna, þannig að maður gæði hérna sem að liggja með einhverjum bara og vera bara eitthvað þetta var Ok, taktu úr í gegnum námskeið, ég er mjög forröndin að vita hvað gert Já, þetta var hérna Hvað er þetta, fyrsta lagi? Þetta var hérna, hvað heitir það, Sólir hérna út á Granda, hérna og þú fer hérna inn og það er hann og hann Það er tóstið, ekki? Hann er fanatískur í þessu, sko En Sólir er búið, ekki? Ég veit ekki, Óli maður sást þegar ég var að æfa í Granda sko þá sá maður Óla með einhvern hatt eitthvað Já, Óli var að hattast þarna, það var alveg mikið tekið Ég heyrði líka að væri bara á hreinni íslensk horni stemninganna en við þurfum ekki að fara eitthvað dýpra út í það En ok, en að þú ert komin að inn horni í kælingu Þetta er mjög mikið öndun sko og þetta er svona eitt af svona fat sem maður hefur tekið sem þú veist bara að þú ert ekki að fara að viðhalda þessu í lengur og segir öllum frá þessu því að þú ert eiginlega að selja sjálfur svo mikið og ert að gera þetta, skilur við. Þetta er svo gæði sem er nýbyrjar í CrossFit. Þið veit alveg hvernig típa það er. Eða gæði sem er nýbyrjar að gera eitthvað, skilur við. Þú veist, hann er bara talandi um þetta. Það er eiginlega ekkert óþólandi svona newly converted aðili, sko. Ég fer og er í 1 til 2 mínútur. Ég er þangað til ég get byrjað að anda eðlilega og ég finna ég er að hitna ef ég byrjaði að hitna þá finnst mér ég ekkert vera að sjokkara mig lengur eða að halda líkamannum einhvern veginn undir svona, þannig að það er það sem ég geri og ég nýt þess og ég vakna vel við það og þetta er eitt af fáu hlutunum sem ég veit sem hjálpa manni eitthvað alvöru í þingu sko. Já, mér finnst ég líða svona svolítið þess að þegar ég er með alvöru þyngd í hnepiðum þá get ég ekki hugsað neitt annað þú getur ekki, þú ert bara þetta er svona eitthvað pain sem er gott fyrir sem þú svona að því maður er svo fucking connected alltaf í símanum, alltaf að hugsa eitthvað þetta er svona meðst aðalega bara svona að geta bara að hugsa eitthvað þú getur eiginlega að hugsa þetta og þú ert með 140-150 kíló á stönginni skilur, það verður bara
Ég sko max mínútur rúmlega sko og svo fer ég bara stundum beint í heitasta og bara til að fá einhver svona þá bara allar háræður og allt opnast þetta er svolítið eins og að taka ecstasy þannig að bara svona þetta er eitthvað sem áhugbreytandi rest my case en þetta er samt ég er búin að heyra að það sé ekki holdt að gera það sko. Nei, þetta er bara til að alveg tóstið í hjarta sko. Þetta heit og kallt sko. Hvaða fleiri fats hafa verið sko, ég ætla bara að segja ykkur einn menn fóru strax overboard í þessu þetta er eins og hann bara með steikurnar og smassborgarna þú veist, ég var í kaldapottinum á Akureyri og það var gaur að fucking halda ræðu og hann bara, tekum maður 8 mínútur hérna og nýja, sko, svo mjög mikilvægt að taka bara 20 mínútur á bakkanum, sko, síðan bara sita og bara læfa sér aðeins að bara að hlýna þar í rólegheitum og ég hugsa bara hver hefur tíma fyrir þetta svo hef ég lent í öðru svona dæmi að því svona menn elska að halda ræður þetta á meðan þeir eru að þessu, sko og það var í kaldapottinum í Vesturbæjarlauginni sem er þú steiftu pottur og stór og einhvern veginn og stundum emma með nokkrum að nonni og það reddgauður byrjaði það er bara svo ótrúlega mikilvægt að bara sjokkera líkamann og bara sjokkera hann vel og bara sjokkera kerfiðina og tala um þetta allt og það er bara gauður sem situr hann að hlusta og hann stendur upp og sagði já, það er mikilvægt en að halda líkamannum í sjokki það er gegn öllu sem ég lærði í skóla en hvað veit ég, þetta var bara 8 ára læknisfræðinám og svo bara fór hann upp En við erum ekki ennþá búin með námskeið þú veist má maður að segja hvað gerir það sem námskeið er þetta ekki eitthvað voruð þið látið snerta hvort þannig? Nei, það var alveg það voru kaldi pottar það voru kaldi pottar og mjög svolítið fyndið að hann var svona sko þessi gæi náttúrulega þetta er náttúrulega ekkert sem ég er að segja sem var sem hann bara að segja að hann hefur komið í kastlösun og sagt hann læknaðist að þunglindi og alkohólisma og eitthvað út af þessu segir hann sko og þú veist, maður sér að hann er alveg bara þú veist, trúir þessu alveg skilju og ég er ekkert að en það var eitt moment þegar að hann var að tala um þetta eitthvað New Medicine Magazine hefði sagt að þetta lækna bara drepi eitthvað krabbmeinsfrumur þá komum við konur ég lási ná þú veist en það? Og bara nú er maður minn á dánabegi með karminni og ertu að segja mér að hann getur bara farið í kalda bott og lækna þetta hann eitthvað, já, þetta var eitthvað og ég bara svona please, ekki taka þessu mér ég var bara, þú veist, þá fór mér líðilega sko. Já, en, þú veist, þetta fólk getur aldrei gert neitt nefn að vera eitthvað, já, þetta getur lækna krabbamein líka þú veist, það þarf alltaf að taka skrefið aðeins og langt í þessu. En þetta var fínt námskeið ef ég verið jákvæður. Og gastu verið lengur í köldum potti eftir þetta? Ég var alltaf ekkert í köldum potti, ég veit ekki alveg í hvað midlife crisis ég var á þessum tímundi. Ef þetta er rámt hjá mér, þá má einhver ærast inn í kommentunum, en hvað heitir hollendingun sem þetta kennt við? Wim Hof. Ég las einu sinni, ég veit ekki hvort það hefur verið lygi eða ekki, að Wim Hof sem hefur farið í gegnum alla þessa æfingar og raunir, hann ætti tvíburabróður sem hefur ekki verið að væla, hefur verið sko hvorki að væla né kæla. Sá maður stenst allar sömu raunir og Wim Hof sem bendir til þess að þessi bræður séu með svona taugaskaða. Ég skrifaði Does Wim Hof og þá kemur have a twin brother. Nú googlum við þetta hérna. Yes, Wim Identical Hof twin brother named Andre. The Hof brothers. Andre leads more conventional life, yet studies have shown that they share similar genetic resistance to cold temperature. Þeir eru Hvað segir þetta okkur nema þetta sé ekki bara einhver svik í tafninu? En er þetta söltun vikuna? Erum við að salta kaldapottina? Ég fer í kaldapottin, ég salta hann ekki neitt. Mér finnst það frískandi og mér finnst það hluti af mér finnst það svona eina sem ég get gert. En þú veist, þegar Gummi Emil var að vera að bera ofan í roki í norðanáttina, það er í alvöru talað og Gummi er vinur minn sko. Það er það heimskasta sem ég hef séð á ævinni. Verandi alin upp af svona móður sem er svona hér á Íslandi þekkjum við veðrið. Það er þekkingin sem okkar þjóð var gefin í vöggugjöf og við klæðum það af okkur. Svo okkur líði ekki illa. Þegar hann var bara framan háskólan, hann bara sá hvað honum var galt, allur rauður, bara eitthvað, alveg vikar,
Svo sem Víkingar hefði ekki verið bara ég fer ekki úr fleti mín í dag, hann blæs úr norðri. Ætli Víkinga, eða þú veist, fólki hérna á öldum áður, því að það fennir alltaf í öll spór, sko, allir fólk hafi verið einhvern veginn bara inn í, hérna, hvað heita, baðstofun eða hvað sem þetta heit, hérna, hvað heit það sem voru öll hérna, baðstofan, og verið bara svona, ég nenni ekki út í dag. Bro, sko, þú skilur ekki, sko, fólk heldur ofta svona seglan í Íslendingum, sko, þú veist, húsfreyjur á 17. öld, þetta bara í öldin okkar, í hérna bara 17. öldin bókinni, það var bara algengt að þær voru að skera sig á háls inn í baðstofu, þær voru svo þunglindar og agalegar, þetta var svo erfitt og fucking leiðilegt. Og hérna kemur ein pæling fyrir ykkur, nú 12. ágúst verður sólmyrkvi, almyrkvi, eða ekki? Jú. Þetta hefur ekki gerst síðan á 1400 eða eitthvað á Íslandi. Pælið í því að hafa lent í þessu þá. Verða bara allt dimmt og ábyrgð. Það er fucking algjörlega panika. Þeir eru komnir! Taldum sko saltið, eru þið með eitthvað söltuna? Því ég vil taka smá salt umræði kannski bara. Strákar, við erum búin að salta. Við söltum. Fattaði hvað við söltum? Söltum hoppjólum. Hann var... En sko ég vil tala... Allan að fullorðin á hoppjólum. Veistu hvað ég væri til að gera með hoppjólum? Hvað? Salt. Smá sítrúnu. Smá sítrúnu yfir. Sko hérna, á saltverk, alltaf besta salt í heiminum, flugusalt, shout-out á saltverk. Á Saltverk Mafíuna. Saltverk Mafíuna, og þeir eru með þetta, þetta fáið þetta í öllum búðum og þetta er geðveitt og bara slík vara á slíku verði bara. Líka grillsumarið að koma inn að krafti og þá viltu vera að mylja salt en ekki ég hérna þegar ég gef erlendum gestum eitthvað frá Íslandi og svona eitthvað þetta er svona dæmi eins og Danni sagði að þeir hjá Bullunni hefur verið að heyri sér hvaða erlendum gestum? Ég á náttúrulega dóttir mín úti í hérna skóla það er mikið að fá ykkur að kana frá Flórida og þetta gefa þeim salt já, íslenskt, eða bara og gefa þeim saltverk bara bro ég ætla að taka frá Vestfjörðum ég ætla að taka en umræði sem ég er ekki beint að salta þetta dæmi en svona, ok, það er sérst saltpottur í Laugardalslaug já sem og geða einhver stað því að sólin yfirvildar og þetta er góður pottur og góður stöndugur pottur og ekkert á honum en ég er alltaf að pæla af hverju er betra að liggja í saltpotti en venjulegum potti, getur þið svara mér það? Er ekki að þú flýtur? En maður setur bara, skilur. Ég veit það, flýtur ekki þessu sko. En kannski er þetta aðeins léttara, tilverðan verið aðeins léttara. Það var einhver eitt peningum, já, þetta er eitthvað svona texti að þetta kemur að það sem að Hrafn Gunnlaugsson býr. Já. Þetta er eitthvað þar og þetta er eitthvað saltvatn og en vitið það, vitið þið eitthvað, það er betra að veita? Ég myndi bara halda að maður lægi í saltvatni og væri maður að pækla sig eitthvað, maður kæmi piklaður út úr dæminu. Spyrjum bara hérna. Þú ert alveg búin að afsæla þér frjálsir hugsun í þetta dæmi. Það er skin health. Skin health, ok. Ég vil bara vita, en þetta er næs. Finnst þú ekki gott að geta flett upp hlutum með það? Jú, en ég saknaðist líka þegar einhver sagði bara eitthvað og maður gat ekki efast það muniði bara, það var svona eins og hérna, ef þú rúllaði niður brekkur þá flækjast gatnirnar í þér það er hræðilegt og ef þú horfir mikið á sjónvarp þá eru augun kassalaga muni ekki eftir svolítið ég trúð því nú ekki sko. Ég man bara, maður gatt og ég ymsi og enginn bara, ég maður voru að spila fótbolta upp í Breiðholti og einhver langaði að fara heim þér alltaf að horfa á neyðarlínuna og frændið minn kom bara, hei, þáttir verður ekki sýndir í kvöld, spólan eyðilaðist bara maður gæti sagt og fólk bara, ok, heldur vorum Herri, eða bara þegar mann er verkjaði sem barn og það bara heldur vakstaverkir ekkert mál, bara Google that sko, það er nú bara heldur og finni fyrir því þegar beininni eru að lengjast Svo mikið talaði allan út á Álftanesi sko að nú er ég að strjúka hnið á Dóra, þetta á að vera einhver 3% fullnæðing og Svo var líka að maður fengið eitthvað svona 4% fullnæðingur með hnerra Já, og svo að þú hnerraðir og þú veist að þú fegst 100% fullnæðingu allt saman, öll skinnfæri þá myndur þú deyja Við erum komnir í kynlífspodcastið betur flestir Kynlífs, já, hnerrað og riðið með Kjarra og Dóra En það var líka annars svona bull sem ég man eftir sem var að það myndi líða alltaf með hnerraði í raun liði yfir mann í sekundubrót sko. Það væri með bara komatóst í augnablik vaknaði svo aftur þetta er ekki rétt sko. Þetta er ekki rétt sko. En ef ekki að tala um akkur erum komið líka með posa það er því að teygja þeir eru komið betri flestir posa nú eru að fara að strauja þetta á leikin það er bara slis strauja á leikin, teygja, við ætlum að teygja fyrir klubbin þau eru náttúrulega bakkjarl teygja fyrir konanann, teygja fyrir orðstýr teygja aldrei sko
Teygja náttúrulega með kaupmanninn á hotninu on lock og allt svona grasútar dæmi sem í gangi í borginni. Já, við vorum alltaf með sjá Hjalta í Two Guys, hann með Teygja. Ef þú vilt breyta hugmynd, svita og tárum í seðla, þá bara einn milliliður, það Teygja. Og fylgst með því í appinu. Og má ég sjá hann að posa þess. Flottu posi. Þessi posi líka snjallsími. Þú veist, hann með svona skilur eins og iPhone, þú veist hérna. Já. En líka þið sjáu líka bara þegar maður fer að borga á og sér þennan fallega lit. Já. Maður svona glaður. Þegar ég sé þennan fallega lit hjá Teygja þá stundum borgar meira. Á stundum bara hugsa ég allt hugvitið og eljuna sem býr í sér þjóð og þessa brú sem Teygja að byggja á milli snillinga og almennings og ég tárast. Nú ætla ég strákar, hver saknið einhverja búðar sem var eins og bara verslunar eða sem að allar búðir sem loka, ég sakna þeirra. Ok, hvað getur við komið með ykkur eina? Mammas Tacos, Popeyes, Skerjaver, Bækeif líka sem kom eftir á. Það allt sem lokar, ég bara, ég finnst það hræðilegt að loka. Trocadero. Vitið hvað, ok, bro, hérna kemur það. Þegar við vorum að skrifa sjónvarpsþátturina Afturhildingu, þá vorum við með skrifstofunni í bæ og hafa sama bara, klukkan 5:12 þá var ekki eins og hægt að tala saman, allir voru bara að halda á að tala og það var labbað og það labbaði í gömlu það var ekki skífuna eitthvað annað hana við hliðina á málamenningu þar var Nam inni Nam, já Nam og Nam var eitthvað þeir voru búin að sprengja eitthvað kvóta hvað mátti hafa marga staði á Laugaveginum þannig að þeir máttu ekki auglýsa þannig að þetta var inn í einhverju túristabúð var Nam. Ertu ekki að tala vietnamska staðinn? Ég að tala þetta sem þeir áttu með sem var svona hluta Serrano já. Þar gastu fengið steikt hrísgrjón með þunnt skornu roastbeef extra roastbeef smá kartöflur græmiti og svona strá ekkur bang bang sósu sem var fucking spicy as hell sko. I know. Þetta var svo gott við átum þetta okkur einasta degi og svo byrjuðu þeir eitthvað þetta var veldi, þeir voru með 3 staðsendingar hérna loku, ég sakna bara húrra núna strax ég sakna Brynju á Laugaveginum, ég sakna ég bara allt sem lokar þegið fan í mér sko. Og Teygja, þeir halda utan þetta grasútastarf. En þú, hvað vestlana saknið þið? Sparta, Laugavegi. Man ekki eftir spurti. Jú, og boltamanninum. Músík og myndum í Mjóddinni og að Laugavegi. Ég sakna McDonald's. Ég sakna McDonald's líka. Japis, Popeyes. Japis og BT voru mína verslanir sko. Já, BT, munið þegar fólk beið fyrir utan bara að vera eitthvað Manhattan geistaskrifari bara á 9 skall. Já. Og BT músík. Sko, það var miklu, ég veit að þú veist, það allt betur í dag og ef þessi forti kæmi aftur og væri maður í 2 mínútur sem bara fuck it, ég nennis ekki. Það var miklu skemmtilegra að tölvast í galda. Að kaupa einhvern keypt einhvern geistaskrifara, keypt nýtt hljóðkort, keypt eitthvað. Þú varst að uppfara turnið. Já, uppfara turnið manns. Ég gerði ekkert mikið aðeins, en mannilega þú veist, það var eitthvað, þú veist, geislaskrifari kostaði bara eitthvað 32 sem svona 89 skall í dag og maður bara, þú veist, fekk það í jólagjöf. En svo gastu líka keypt geislaskrifara svo var með 10 skrifurum eða allar að fara fjölfalda. Já, þú gast það. Og áttu ykkur alveg gauðra sem voru ætla að fara í mixtepina. Ég hef alltaf mjög gaman að raftækjaverslunum, finnst bara gaman að fara inn í þar og Japis með hljómtæki og plötur. Hvað segirðu? Pós, já. Það svo sagði hann. Já. En hvaða aðra veist, sko, ég bara mikill sökkar fyrir svona verslunum sem eru bara einstök verslun, þú veist, eins og Fjarðarkauper, músík og sport. Sko, náttúrulega, það er alltaf að tala um þú veist, það er svona, fólk hefur hugmynd um DJ-bransan og hvernig hann og svona. En the final boss af DJ-bransanum í Íslandi Eyþór, hann heitir Eyþór í Íhlutum. Veitir hvað búið íhlutin hann með slaufu, hann ennþá með COVID-grífiskyldu hann selur svona íhluti í ráttæki og svona og það með þú getur verið bara gætur húkað mér upp með sko skart í Bluetooth eða þú veist hann bara ég held ekki getum gert það og svo byrjar hann bara að byggja eitthvað bara, þetta virkar en hann sko subnazi sko
eða þú veist, hann sko og kemur hann inn og það vita allir DJ-ar sem hafa eitthvað gert að viti, komið hann inn já, góð daginn hvað gerð fyrir þig? Já, ég ætla að fá hérna strömbreytir hvað er nú það? Já, þú átt við spennubreytir og það vita allir DJ-ar munum bara rekkunast þetta sko. Sko, svona búð sem mjög early í æsku minni var eitthvað bara svona eitthvað sem foreldrar mínu vildi ekki fara með mig þau trúðu ekki á svona ráttæki einhvern veginn og þetta var þarna var mann eitthvað keypt Nintendo Hljómkó mun eftir sig, bara Skeifunni hvar Skeifunni? Já, þetta var cirka það sem Hljómkó? Það sem Brauð og Kó er núna í Skeifunni Hljómkó Ég man eftir eitthvað innbrot í Hljómkó og ég hugsaði bara Hljómkó eru með 20 Nintendo tölur bara að spila með gaman núna Síðan líka mann ég, þú veist eftir Japís líka, það skal skellilegt það var í var til svo mikil tónlist inn í þessum búðum það var svona verið að fletta í rekkarum sem var mjög gaman sko Kiss í kringlunni þú veist, fyrir uppblástastóla lavalampa, hermannabuxur stemning, svo var það smá mellubúð setna en góða tegundin á mellu þessi valdelda business mella sko það ekki kanni já, þetta nú er umgjörðin nú er umgjörðin fyrir þessar verslanir til staðar og það er okkar fólki Teygja já, það er okkar fólki og við erum komið bósa þannig að við getum strauja þetta leikinn þegar live-sjóðu verður þá mun ég strauja ýmsa menn og konur á leikinn ef ég væri markastjóri Teygja þá myndi ég taka síma núna ég myndi hringja í ungan MC sem er búsettur í Mosbænum og gera alltaf vittlust þessar myndir sem heitir Willi Karl Sigmarsson og ég myndi láta hann gera Bad Boy, Teygja William, meira en hann segir, svo lagði hann sér Bad Boy Playa, er það ekki sonur hans sem að vilja? Jú, þetta er ekki aðeins lag þetta lag er alveg bara svona fýrar í mér sko. En eigum að kíkja hérna á bílvíkunar? Kíkja á bílvíkunar það er einhver afsláttarkerra þetta er einhver millistjættar bílvíkunar með bílsluregengur og Maganoe ok, þetta er hvað þið segið þið Porsche maður á að segja Porsche á maður að segja það ég segi Porsche ég segi bara Porsche ég segi Cayenne Cayenne eitt sem að við vorum að tala um frambúð á bílum Mitsubishi hafðu gert þetta? Jú. Heitir Mitsubishi það er ekki tíðarna en allavega fyrir mig annað Porsche Cayenne Hybrid Carbon Sport Design 24 bíli keiriður 29 km frábær tala það er ég að segja það er bara rétt tala þetta er bensín fyrir the petrol heads rafmagn fyrir þá sem eru gjörsamlega wired up sjálfskiptur sem þýðir það að þú átt ekki að snerta gírstöngina nema þegar þú vilt 4 manna ein dyramann sem ég mjónaði með og þá mæntilega no pláss aftur í ég ætla að hafa bara 4 og no pláss það er 3 litra vél í þessu þetta er grár bíll þetta er gríðarlega glæsilegu bíll þetta er refilegu bíll sko svona hvernig litur er þetta? Svona grár einhvern veginn en það er skemmtilegt endurskín á hann ok, þeir segja nývirði á bílnum sé 32 milljónir nývirði það stendur hérna í mjög smá letri en ég er ennþá ekki eins og þið, ég er ennþá með þetta sérðu vel maður sem þýðir það að það er að græða 10,1 þú ert að græða 10,1 þú getur litið á þetta sem fjárfestingu ég er mjög hrifinn að bensin rafmagn þó að þú sagðir hérna kannski að það sé einhverju vankant þar en ég er mjög hrifinn að það sem ég vil fá 350 km að drægni á batterið og ég vil fá svona 100 km í bensíntang ég vil snúa þessu við þannig þú getur alltaf stólað á að sé á bensín fyrir þig en nú það en Porsche er ekki ykkur Porsche Cayenne skemmtilegs bíl sem ég gert ég alveg bara 100% það er eitthvað geggjað að keyra bíl sko. og ég mæli með það bara 21,9 er ekkert það mikið þegar pæli í
Þetta er náttúrulega ekki neitt, ég meina þú setur einhverjar 12 út, tekur 10 miljonar lán, afborgarinn af því til 3 ára kannski, þetta er ekki nema kannski svona 400-500 skall á mánuði, þetta er nú verið að lítið mála að reyða það afendi. Farið bara til Nójunar sko. Farið bara til Nójan er með nóga Porsum handa ykkur, hann á jafnvel einhverja diet Porsa fyrir þá sem hafa lent í slísi með veskið sitt. Færum okkur yfir í aðra sálma. Nú er það þannig að hitastig á landinu, það fyrir hækkandi. Hér er sólin lengur á lofti og þetta er allt saman að verða talsveit bærilegra. Finnið þið gleði í hjartan ykkar þegar það hitnar? Já. Ég er bara, líðan mín er beintengd við sólljós og hlýju. Finnið þið mun á hvernig þið borðið? Nei. Eftir ástíðum? Nei, ég borða eins og svín á veðna og eins og villisvín á það er margir sem segja sko eitthvað þegar það er kalt og þar ég meira ég borða meira á sumrin en á veðna ég bara get glimt ef það er svona eins og bjartur dagur í dag ég er eiginlega ekkert búin að borða í dag og klukkan er núna rúmlega svona hastur og leiðilegur já, ég er frekar leiðilegur en ég bara get glimt í að borða allan daginn ef það er bjart úti, ég veit ekki hvað ég einhvern veginn bara birtan og hitinn hún hefur góðar áhrif á mig og talandi eitthvað sem er heitt þá er eitthvað, það heitasta sem að við finnum hér á þessu landi það er hraun sem að kemur upp úr yðrum jarðar. Já, við erum komið með nýjan styrktaraðila samstarfsaðila það er ekki styrkja, við erum styrkja þau og þau eru styrkja okkur, það er Lava Karendal og þau eru þau hjá Lava Karendal staðsett í Reykjanesbæ og ég skal viðurkenna, ég alltaf heyrt þetta en ég vissi ekki alveg mikið þetta þá ég fór að fund með þeim og fekk að fræðast fyrirtækið og þetta er hæst rangaðasta bílalega á landinu Trustpilot, Google, allt þetta er eina bílaleigan sem hefur verið bílasala ársins 2 ára bílalega ársins sagði það? Þú sagði bílasala ársins það er alltaf bílasala Reykjavíkur já, einmitt og bílasala Reykjavíkur er í samstarfi við Lava þeir eru svona fyrirtækið tegja myndi vilja verið í samstarfi með þeir byrjuðu með 30 bíla og eru komin yfir 700 bíla í sinn flott á 2 vikum og þeir eru, við ætlum að kokka ímislegt með þeim, þetta eru skemmtilegir þau eru skemmtileg, mjög skemmtilegt fólk þau eru from the streets og ég veit að bílasala Reykjavíkur er að vinna svolítið með þeim þeir eru að selja þessu Eclipse sem við seldum daginn það var Lava og þeir eru með fleiri og við ætlum að vera með bíla frá þeim og kynna alls konar undirvörur og við ætlum líka að vera með hvað er heitt og því að Lava er heitt í dag og Lava er heitt og við þurfum allir að segja eitthvað neitt hlut þú mátt byrja nei, þú ætlar að byrja ég ætla að segja Winex eins og ég er í þetta er reyndar, ég pantaði þessa peysu frá Danmarku á whatishot.com og ég var eitthvað það var eitthvað dansku fótboltamaður með þetta og ég held að það væri eitthvað gauð sem hefði spilaði í Aston Villa nei, það var ég að segja þetta frá því fór sér að googla, það var bara í söndur eitthvað sem gauður er Norsjöland eða eitthvað er Norsjöland, segir Midtjöland það er líka Norsjöland en ég hefði vilja Vínekin aðeins ekki svona alveg svona þröngan mér finnst það flottur svona þröngur en ég segi bara Vínex í dag bara you can't go wrong og sérstaklega ertu í kannski kúla verið kannski hvítum ból innandir það er svona smá en hvað með quartersipið, er það dautt eða? Quartersip, mér finnst bara ég er svo heitfengur að ég bara líður illa í ykkur svona en ég skal segja að quartersip er heitt já það er heitt, en það er samt Danir er alltaf á undan ég er að tala eitthvað sem er faru en þetta er frekar shallow V það voru deep V's sem voru ég fíla þetta hvað er heitt hjá þér? í boði Lava Karendal í boði Lava Karendal skal ég bara segja ykkur sannleikan ég lendi í að sakna bílsins minns í dag sem heitir Kia Eva 5 þetta er með betri bílinn sem ég hef átt og ég er drullu sáttur og ég ætla að segja Kia Eva 5 og það er ekkert samstarf í gangi hérna þetta var handover fyrst dæmi bílasalinn sem ég kefti hann á og ég ætla bara að segja, ég mæli með þessum bíl ég mæli með Kia Eva 5 ég er á Eva 9 akkurat núna ertu að reyna að gera nei, nú ætla ég pappi þinn á, ég get ekki náðu ykkur bíl sem pappi minn á en pappi minn er úti danski, og ég er að segja, ég er sammálaður ég hef ekki gert Eva 5 en þessi bílar eru geggjaðir þetta eru geggjaðir bílar kærið að koma að þér piparostur sem er búið að skera niður fyrir mann
Hver skar hann niður fyrir? Það er bara þú kaupir einu svona boxi, búið að breytja niður. Já, ég ætla að tala um að kona en það er búin Nei, Já, og þú kemur heim og hann væri það just the way you það like að it. nota þetta á allt, í allt, og það er svo þægilegt að þurfi ekki að skera þetta. En hefur ekki heyrt svona samstæðisögur leið og rífur ost, þá kemur eitthvað svona lag utan á hann og þau þurfa að bæta einhverju öðru við og þú ert komin aðeins fjarri. Nei, ég pæli ekki í því sko. Ég bara þegar maður er Mr. Plastagnes þetta mætti alveg. Nei, sko, Mr. Boom þegar Blast. maður er að taka, maður er með þessa skífu og maður er búin að brýta henni í tvennt og er að nota þetta rifjárn, þá einhvern veginn fer líka alltaf helmingurinn er einhvern veginn fastur í rifjárninu sko, og ég nota þetta mjög mikið. Ég nota piparost mjög mikið, þannig að piparostur er hot right now. Hann er hot right now. Það er Winex, það er Eva 5 og það er piparost sem búið að skera niður fyrir. Já. Það er að heitast það í bóði Lava Car-Rental. og það er margt á döferi með Lava Car-Rental. Bara býði bara, við erum að kynna þetta leiks. Við bara það verður að leia bíl og við verðum inn í honum með live podcast, þannig að keyri norður og við erum bara það fyrir afstand að tala um eitthvað angshit sko. En hvenær ætlum við að tala um alvöru angshit? Ok, við erum að gera það. Stóra angshit. Ok, þetta er stóra öngsitt. Við fórum, við erum að kynna þetta fyrst. Við erum að lansera þessu. Dóri, viltu taka svið? Sem sagt, við hérna í samstarfi við okkar helsta ang, eitt af stærstu angum á höfuðborgarsvæðinu. Og Norðurlöndum. Hann er pottið top 5 ang á Íslandi. Hann er það. Hann kom sko öngskipti. Hann kom í öngskirtu, hann var með öngskoðanir á öllu, hann með öngskoðanir og skipulagsmálum í Reykjavík, skilur, hann var bara Samsköttun og alls og hann var að tala um, hann var með þetta samsköttunum alveg på 10 sko, og við settust niður og við lögðum drög að stóra öngborgarunum og meina, skulum ekki vera eitthvað að gilja fólk hérna, við vorum að tala um Two Guys Big Angaran, hlusti á þetta 2-falt kjöt 3-faldur ostur laukur, pickles, bacon, sætt jalapeno og dijonnaise. Og svo er þetta smá tómasósa bara til að rétna á sýrustíðinu upp. Já, eins og Veitu hvað, við erum með myndir af þessu seti, við anguðum innan borg, við downloadum þessu borgara. Það er hægt að fá hann í hérna, þið getur beðið hann í sérstaklega narsisista útgáfu, þá fáið hann ekki brauði heldur í salatblæði. Þú verður að segja KJ style sem er ekkert mál sko, og við leiðum það. Þetta er bara leist. Þetta er geðugur borgari og þið verða að haska ykkur niður á Two Guys, annarkot í Gnófey, niður í bæ eða vagnin er eitthvað staðar á flakki. Og þeir eru með teygja. Þeir eru með teygja. Þetta er secret menu og þetta, við fórum að það núna í vikunni og þetta var ekkert eðlilega gott. Og það er alvöru stóri öng accessory með súpudós. Já, Það er súpudós. súpudós. Og franskar og salt yfir. Já. Og síðan er örgla te og kaffi og það er allt annað. Í snærandvídeó back in the day kannstu fengið á 220 kall súpudós og pulsu. Já. Það er af sem áður var. Það er af sem áður var sko, Já. til miður. Og þú gæst fengið þér hádegismat fyrir 500 kall. Já. Bara alls þar. Alls þar. En svona er lífið. Svona er krónan. Svona er krónan. Já. Og hérna... En Hjalti var mjög hress og var í Biggie Smalls skyrtu. Og var líka með báðum um top 5 MC lista og það var bara eitthvað, þú veist, það var bara eitthvað cool það var mode alvöru öng shit, sko, þú veist, það var hann bara að tala um B-Real og Cypress Hill og eitthvað dót, sko. Afsakið ef það er eitthvað smá högt á þessu, það er eitthvað tæknin er að stríða okkur. Já, við vinnum bygg á því, finnum lausnir. En já, allan að farið á hérna á Two Guys, þetta er off menu, þetta er secret menu. En ég meina fyrst að við erum En meina það, við leikum ykkur myndbandi þessu, þetta verður ekki það mikið leyndamál sko. Nei, en þú veist, þetta er ekki þú ert að mæta á staðinn og biðjum þetta. Herðu, eitt svona sem ég langar að fara í með ykkur, þetta er annarkost eða þegar velja á milli og þegar hefur 2 valkosti og hér getum við rökstutt á. Hvora af stóru verslunarmiðstöðunum sækið þið frekar í? Kringluna eða Smáralind? Hvor hugnast ykkur betur? Mín verslunarmiðstöð er Kringlan, það er bara þú veist, ég var í MH og meina, þegar ég er unglingur þá erum við að taka strætó í Kringluna og ég man eftir að Gísli vinur mér var eitthvað að prúta við eitthvað gaur á Kringlukasti og ég meina, þú veist, eins og Kvikk er bara, Jarlinn er hamborgarastæður sem ég sakna Jarlinn maður. Þú veist, kaffihúsið þarna, Galaxy, bara Kringlan er æska mín, þú veist, Smáralind opnar þegar ég er í menntaskóla, þannig að það er svona bara að því leiti er ég meiri Kringlukall að því leiti, Matöld Smáralind algjör snild, hitt í Kringlunni ekkert svo mikið snild. Já, ég verð að segja Kringlan,
bara því ég er bara búið í Reykjavík allar með rauði, ég var ekki búið neins aðransar þannig ég er shooting for the team sko. En sko mér finnst hins vegar einmitt matvöldin Smáratorg gera mjög vel hefna, það er sjálf sem að kemur inn og bara, herru, hér vil ég vera drullu vel hefna en ég sakna Quick sem var sérst original Stjörnutorgi ég sakna það var hérna Ricky Chan, Jarlin, Pizza Hut pepperoni litli pönnu 590 kall sko. Íshöllin myndi henni og það var alltaf einhvern veginn af hverju ég veit að núna, þetta er smá svona Sigmundur Davíð væðing, en af hverju var allt í gamla daga bara með einhverju marmara þú veist, það var bara einhverju ísbúð með marmara, núna er þetta bara ég veit ekki hvað er að tala klæðning svona... allt þarf að vera ádýrast núna sko. En nei, sko, nú skal ég segja ykkur eitt sko, með Kringla, munið eftir búið Kringla sem hétt Jón Indiafari já, þú veist, það voru alls konar verslanir sko, og svona kjaftaði í gangi ég held persónulega að Kringlan sé að gangi gegnum Dimmandal núna Af hverju? Þeir fóru bara í ég skal bara segja þér á hverju, þeir fóru í gríðarlegar fjárfestingar í kringum þessum matvöld Kúmen af því þú veist að þetta heitir Kúmen þegar það er Kúmen í Kringlu sem þú kaupir hann í bakari og í kringum svona matöll og þá fara aftur auknar auglýsingar fyrir Kringlunni í gang sem því að það er auðvitað meiri peningur sem fyrirtæki þarf að leggja í markastarf innan Kringlunar, það er svona mikið samfélag hjá þeim félögum svo lenda þeir í þessum leka stórtjóni sem verður hana þannig að það er einhverju básar bara tómir núna kaffitár var að loka sem er vissulega samkynnsæli te og kaffi en ég meina ég bara hitt hjá te og kaffi þau byrja mikla vinningur í kaffitár sem var ákveðin originatorina, þetta er kaffihús sem er fullt allan daginn notabenni, og það er að loka og hérna, hann að ég hugsa ok, nú þurfum við að standa með Kringlun okkar nú þurfum við að gera okkur leið í Kringluna strauja, tegja, pósana algjörlega, ég sko lafa upp það ég er mikill Kringlumaður líka og maður alltaf bara ólst upp þetta heimasmiðjan, munið eftir heimasmiðjunni Heimasmiðjan var sem sagt svona dótturfyrirtæki húsasmiðjunar og við hefum tengingu við það þegar fjölskyldan mín vann nafnarsamkeppnina það var að búa til raftækjaverslun sem húsasmiðjan átti og við vorum ein af tveimur, eða mamma eða pabbi, ég man ekki hvort er að setja, ég held mamma hafi sett að minnst líklega, sett nafni í einhvern pott og heimasmiðjan, það voru tveir sem lögðu það til mamma og einhver önnur kona eða maður, veit ekki og hérna við fengum innegnir þar Ertu ekki að tala um byggt og búið? Nei, heimasmiðjan, þetta var hérna allavega, en ég var mikill Kringlumaður en ég á mjög sterkar minningar úr Smáralind opnar ef maður rétt 1. október 2001 var ekki 01.10.01 Jú, þá var ég bara einmitt búin að vera í mennskóla í mánuð og þarna ekki búin að fá að ríða neitt sko. Eitt af fyrsta sem ég gerði var að ég fór þarna var ég 17 ára fór á runónum mínum keyrði og laði fyrir utan með nokkur hangklæði í aftursætinu hversu mikil krata bíl er það og einhverja íþróttaskó og eitthvað og keypti Blueprint með Jay-Z og ég man ennþá eftir bara, ég sett hann í og ég tók hann ekkert úr ég fór ekkert aftur, ég var nýbúinn í skólanum ég gerði ekki neitt, ég bara keyrði og hlustaði á plötun í gegn Þið veitir hvernig það sátt þessu kom út Hann kom út 2001, 11. september ekki og þarna, þú veist, hann var búin að rúta einhverja 3 vikur eða eitthvað, þegar ég fór að keypta hann og ég keypti líka College Dropout ég man ekki, það var örugglega skífan sem ég keypti þetta í, þannig að ég á svona mjög sterkar minningar að hafa keypt 2 bara upp á plötunum mínum þannig að það er mín tenging við Smáralindina En ég sammála sko ég líka, maður tengið það við LA Angel, AC Bananas, LA Eils var hann alltaf að slinga Fatnaði? Já, en Kringlan það var alltaf meiri breidd í verslunum og þú veist það var einhvern veginn lengra á milli verslanna sko, það er ekki meina plássi heldur bara í hvað er voru að bjóða vöruframbóðið var meira í Kringlan Þriðja hæðin Borga Kringlan, hún var game changer Hermerinn sem var á milli með þetta honum Já, ég elska þess að herma það er svona hlutir þú veist, ég sakna þess við skal gladdi mig bara mjög mikið þegar ég var lítill þegar það var svona lítið vídeóhorn inn í verslunum fórhaldinni gáttu að fara að versla og það voru strumparnir eitthvað svona hort á strumpana lukkuláka eða eitthvað svona dót á meðan þetta gleður ekki börn lengur það sem gladdi mig líka mikið þegar yngri var þegar velti bílinn mætti
treysti mér aldrei. Þannig að spenntur á belti og upplifa hvernig að vera í bílvelti, það var bara gaman. Það var einhver afþreying. Ég held í dag þessi bíl kæmi, þá er bara þess að triggerar Triggerar þá sem hafa lent í bílveltu og mist ástunni, skiljanlegt kannski. En ok, talandi hermirinn, talandi veltibíli, munni eftir hann einhverju shiti sem var svo splift okkur og gengja, hann var svona og segja fór það einhvern veginn í fucking 360 gráður, var svona einhvern veginn veit ekkert hvað það var, svo ringir sem snerist. Jú, þú varst að gera eitthvað svona shit maður tengi eitthvað svona Hjalta Úrsus sorry, þetta er of hazy footage, veitir hvað það er of grainy footage. Herru, eru búin að sjá hvað sem gemur í sitt sem við erum að setja út núna? Nei. Já, þetta er hann Missing Scientist. Já, Missing Scientist er eitt, það er agalegt. Já. En núna semst gáður út eitthvað 26 myndbönd NASA sem á að vera fyrsta af einhverjum mörgu og þetta er allt mjög hazy footage, skilur, en sumdags er stórmerkilegt. Þetta er bara, hvað er þetta? Þetta er bara, þú veist, einhver svona spáiði hvað allt sem við erum að rífast núna í einhverjum sveitastjórnarmálum og eitthvað er lítið sandkott ef það eru actually bara einhverja geimveru fyrir ofan okkur sem eru calling the shots. Já, mennar segja sér fyrir neðan okkur. Já. Mennar segja sér í hafinu, sko. Já, eða það skilur og séu bara hérna meðal, þú veist. That's paper. Ég ákvað nú bara, ég skal segja hvað ég gerði. Eftir þessi frétt komi, ég hugsaði, það er eitthvað að gerast. Þú þarft perspektív. Svo ég keri niður í Handelshús, þess að Gunnar Dan Víum félagið með vinnur. Keypti á honum bókina UFO 101. Ok. Ég ætla að lesa hana, það er meðalans kaflíðinni sem heitir Mosfellsdalur 1952 sem ég mjög spenntur við. En veitu, skilur við sem hvað er að nýjast í þessu, bara það er eitthvað footage? Sko, þeir eru vist að lekast öll út og það, hérna, núna, og það eiga vist svolítið svona, ég hef alveg heyrt alvöru sérfræðinga í viðtölum sem eru ekki kúkús, verulega, það er alveg 3-4 myndböndana sem eru, what the fuck, sko, alveg hér, og þú veist, og þau hef ekki verið sýnd, en ég hef séð þau bara inn í Pentagon. Og er Trump bara að leggja sig það? Já, þannig að það tapa stríði í Íran er gott að láta fólk að tala hvort það gemur sér til eða ekki og hérna þannig að það er svona smá það sem er í gangi, sko. Er hann að tapa því það? Já, þú veist, þú getur ekki að þú veist, skilur stríð vinnast náttúrulega ekkert nema öðru liðinu takist ætlunarverk sitt og ég held að bara þú veist við erum ekki geopolítist podcast en ég held að þetta sé svona eitt erfiðasta stríð sem getur háð, það er Íran út af leigulandsins, út af bara hernalegri sögu og það finnst ekkert mála að grafa sér í jörð og þeir vita að þeir þurfa bara að skjóta upp svona mikið af loftskeytum til að halda þinni varnar eðslu svona hárri og þeir segja bara ok, þetta getum við gert í 100 ár og sett ykkur allar hausinn, sko. Og það bara gengur vist mjög vel, sko. Og það voru vist allir hersöðingjandi sem vöruð við bara ekki fara að inn, þetta er óvinnandi dæmi, sko. En það er allavega spurning, sko, hvernig sigurinn lítur út líka, sko. Já. Bara að drepa bara konur og börn. En hérna frá þessu yfir í, ef þú fræðir okkur hans meira þetta, þannig að það er actually eitthvað það er allavega til, þú veist, að því og pæli bara í geimverur, þess að skoður svo pappminu bara, ok, það eru til geimverur og það eru hérna, okkur hefur enginn tekið myndir af þessu. Turns out að það er eitthvað tekið á hverjum degi, skilur við, og eitthvað sem getur ekki útskýrt, en það er alveg svona ljóskúla sem flýgur og þú veist, fljúa hérna vindmyllur, rafmyndmyllur, þú veist, eins og þau séu bara svona eitthvað skoða tækninu okkar iðnaðarnjósnir og bara svona hvernig gera þetta en annars eins og ég segi bara leiðum að fer að tala geimverur hljómarinn sem maður sé geðugur. Já, sko, ég er nefnilega við erum 90's kids maður sé að fara bara á milli funda og hoppjóli að ræða geimverur. Við erum 90's kids og við erum aldrei upp við ást á X-Files, yes. Það voru 5. kvöldin fyrir mig, reikna heimanámið áður því að ég ætti alltaf að skila föstum, klára reikna og svo beint í X-Files. Kjærlega, þegar þú ferð í skólana í Garabæ og tala við krakkana, hún farið vantarlega í menntaskóla, ekki grunnskóla, þá hótt að segja þessu, krakkar, ég var í skóla, reikna X-Files. Ég veit alveg hvernig þetta er, krakkar. Og Jay-Z, Blueprint, gamli runóin, hann klæði skottinu. Ég manni svona Bubbi Mortis komur inn í MS þegar ég var í MS og það bara eitthvað, hann var svo, hann væri mjög úrillur. Þannig að það var einhver prímaloft sýndamann í átfitti og var eitthvað
krakkar, ég veit alveg hvernig er að vera í þessum skóla þetta. Mér leið bara hræðilega þessu ykkur, hann var hann þekkt í MS, hann var í vogaskóla. Ok, ég með ein mynd til að ljúka þessu fyrir ykkur hérna. Ég ætla bara að benda hlustundum að ég á ammæli á kjördag, 31. Ég viku síðar. Hvað ætla ég að gera? Ég ætla að gera það sem ég gert svona eftir á fullorðinni fyrir nudd á afmælisdaginn. Það er gott maður. That's it, sko. Svo eiginlega verði svo tæpur afmælisdaginn að má ekki óska með þetta hamingju. Já, ég er þar líka. Er það ekki? Já. Þú ert að vera 41. Og ykkur er öllum boðið. Já, þegar ég var fertur, það var bara, ég var óviðrað hæfur framan að degi, sko. Voruð til Flórida. Þó í Flórida? Já, það fór í taugarnar á mér að vera fertur. Í kjörlendinu, mér líka, það sökka. Mér finnst bara eins og þetta sé einhver áfangi sem ég heldur myndi ekkert ná, sko. Eða þú veist, ok, ég hugsaði ekki hvort þetta var einhver áfangi sem ég myndi ná, heldur freka bara... Þú helst að væri eitthvað búin að skjóta? Nei, ég finnst bara svo stórt skref að vera orðin þetta. Já, ég held að maður væri búin að áorka bara pínu pón sem meira. En hver er mikið drull? Garri, fórst í Universal á afmælisdaginn? Ég man það ekki, sko. Ég var eitthvað ógeðslega pirraður eða svona, þú veist, ég var bara svona, please, getum við bara ekki talað um þetta og svona, en svo það er alltaf stutt í léttleikan á kallinum. Og það fyndi að það er alls konar fólk búin að koma upp mér eftir þessi Universal umræða sprakk og varð væral. Það er bara Universal æði búin að grípa sig í landan. Þá er ógeðslega margir eitthvað, þetta er í alvörinu langbesti skætingarðurinn í Flórida. Já, og það er alveg fólk sem hefur haft samband og svona verið að deila ráðum og fá ráð hvernig á að bóka. Ok. Þannig að það er bara skemmtilegt en já, það sökka að vera fertugur en svo einhvern veginn kemst maður yfir það og þá verður þetta bara næs, sko. Já. Þannig að Dóri, þú átt ammæli. Ég á ammæli þarna og í lokin ætla ég bara að segja ykkur eitt. Picture me rolling. Ég mjölnispeysu, hoppjóli, fedora hatt, svona kift veip, svona stóran cloudmaker í hendinni, að gunna. Ég myndi líka að hata mig, leið maður hata, wow! Ég ekki bara segja þetta gott, við erum bóðið te og kaffi, við erum bóðið saltverk, við erum bóðið Lava Karendal, við erum bóðið Two Guys, Teja. Elskar þær af öllum, hata þær af engum. Takk.